Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst komið að spjalla aðeins við hana Söndru Rebekku sem er listamaður en hún gerði einmitt verkin sem eru hérna upp á vegg í pakkhúsinu. Við ákváðum náttúrulega að það væri tilvallega að drífa hana í settið aðeins til okkur og fá að heyra aðeins. Þú ert þess að fara að opna sýningu. Já, hún opnar í kvöld klukkan 8 og verður bara opin þessa helgi á laugardag og sunnudag frá 1 til 5. Hvað getur þú nú sagt okkur verkið? Já, þetta er svona kannski pínu uppgjör við listnámið, en ég var í listnámi og lauk því 2014 og maður fær svo gríðarlega mikið af upplýsingum, lærir mikla tækni og færni og þetta er svo mikið að maður nærir ekki að vinna úr því þegar maður er í náminu. Þannig að þurfti svolítið þennan tíma bara til þess að sittast niður og bara ok, hvað er ég búin að læra, hvað vil ég prófa, hvað vil ég gera og þessi sýning er eiginlega svona kannski pínu búin að kenna mér það sem ég vil ekki gera, en það er bara þannig. Hvers vegna segir þú það? Maður vil bara pröfa ákveðnar aðferðir og sumt hentar og annað ekki. Og þetta er örugglega einhver leit sem henni líkur örugglega aldrei. Maður er örugglega alltaf að finna hver er mín rödd, hvað vil ég segja og hvernig er best fyrir mig að koma því á framfæri. Og hver er þín rödd og hvað viltu segja? Já, það er nefnilega það sem ég er ekki ennþá búin að koma af stað. Þessi verk eru öll byggð bara á mér eða sjálfur mér og ég þarf ekkert að leita langt í innblástur. Þetta er bara allt í kringum mann, það er auðvelt og maður vill í rauninni gera mun meira heldur maður getur gert eða hefur tök eða tíma á að gera. Sérstaklega þegar maður er að vinna þessu svona með fullri vinnu og fjölskyldu og öðru, gera sitt besta. Þannig að þetta er í rauninni bara kannski pínu sjálfsmynd af mér og mínu nærumhverfi og hugsunum og minningum og svona. Nákvæmlega, þannig að þetta er kannski svolítið persónulegt. Þetta er mjög persónulegt. Þó þessi ekkert aggressív þessi verk, þá eru þau mjög persónuleg. Hvernig er það fyrir listamann að henda upp sýningu hver sem labbar og setur upp gagnrýnið augráð á lífið þitt sem þú upplifir að þú sért að setja hjartað þitt í? Já, ég hef tekið þetta í samsýningum, ég hef aldrei verið með einkasýningu áður, þannig að þetta er svona fyrsta einkasýningin og ég veit ekki hvort ég hef nokkuð tímann gert þetta sjálf en ég fekk sem sagt í jólagjöf fyrra frá manninu mínum að ég myndi hafa þessa sýningu. Þannig að ég var mjög þakklát og það ýtti mér á stað og það er óþægilegt, maður þarf pínu þor og hugur ekki til af því að auðvitað höfðar þetta ekki til allra og maður getur fengið mikla gagnrýni og maður þarf svolítið að vera með skráp fyrir því. En dálítið flott hjá manninu þínum, bara að gefa þér það að þú haldir sýningu. Já, ég var búin að vera svona eftir í útskrifaðist og ég var í fæðingarorlofi. Ég var að horfa kannski á samnemendur mínar, fara af stað og gera mikla hluti sem að ég þurfti að vera í vinnu og ég þurfti að sjá fyrir fjölskyldun hafði kannski ekki mikil tök á og hann vildi endilega að ég hefði einhverja gulrót, eitthvað til þess að vinna að og ekki bara setja þetta upp á hillu, heldur halda áfram og gera eitthvað. Ó, mér finnst það mjög fallegt. Já. Æðislegt. Þetta er það sem á að gerast í svona hjónaböndum. Aðeins að augra og ýta og styðja og þetta er eitthvað beautiful. En sem sagt, opnun í kvöld og hvernig verður opið svo á morgun og hinn? Það er opið frá 1 til 5 á morgun og hinn en í kvöld þá mun vera tónlist og svona meira partí. Þannig að og allir velkomnir? Allir velkomnir, að sjálfsögðu, endilega. Já. Kæra þakki fyrir komuna, Söndra, og gangi bara vel. Já, takk fyrir það. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.